Helgi Rúnar Bragason, þjálfari. Það tíðinda að vænta. 2 leikir helgina, það verður eitthvað að vera. Já, það bara spennandi helgi framöndan. Átækshelgi og endalaus gleði bara eintóm veisla. Við ætlum að byrja á ÍR á laugardeginum klukkan 2. Svo koma Grindvíkingar, þú kannast nú eitthvað við það úr þínum gamla heimabæ. Og þær koma á sunnudeginum. Þær koma á sunnudeginum, já. Og við svo sem byrjum bara á að taka á móti íringunum, föstu tökum eins og við höfum verið gert rauninni í þessu 2 leikjum á móti með vetur. Og við munum ekkert mæta neitt værukærri en þann 3. Þó að það hefur verið spilað sem það af því að íringarnir eru búin að styrkja sig heilmikið. Þær eru bara, voru náttúrulega báðar með þessu leikjum móti okkur fyrri með ákveðin meiðsli og veikindi, leikmann hjá þeim. Þannig að þær koma núna alveg dýrvillisar og hafa nú bara gefið það út skýrt markmið á þeim að það er að vinna öll lið í deildinni að minnsta kosti einu sinni og þeim búin að takast það sem ekki aðrir hafa gert og það er að sigra til dæmis Fjölnir og Grindavík sko. Það einmitt það sem ég ætla að koma inn á næstu spurningu og það einmitt ef við bara spólum pínu tilbaka, það var erfitt í síðustu umferð á móti Fjölni en það náttúrulega vantaði sterka pósta eins og Rut og það munar minna en samt erfiðleikur. Já, fyrirfram var þetta virkilega erfiðleikur og við vissum það og verðugt verkefni að fara í á móti Fjölni. Þær eru búin að styrkja sig svo mikið í janúarmánuði að ég væri sennilega glaðara með þann liðstyrk. Þær eru að fengja heldur að vinna í lottói sko. Þær eru bæði búin að fengu sér nýjan Kana og svo fengu sér Heiðu og Huldu úr Breiðablik. En þetta allt bara úrvalsdeilda leikmenn segi ég sem eiga klárlega heima þar. Og ofan á það þennan frábær hóp sem að hafa fyrir að það mætt við hana svona eins og þú segir, já, kannski svona smá vængbrotna, sérstaklega þegar Rut var ekki í þeim leik og vorum aðeins 8 skýrslu og 3 ára í grunnskóla og einhverjar nýbyrjar og annað hjá okkur. En við stóðum okkur ótrúlega vel unnur. Þessi leikur var bara einn svo allra besti sem við sýnt í vetur að mínu mati. Leikurinn tapaðist í fyrsta fjórðung bara einfaldlega á skotnýtingu hjá Fjölnir á þeim stöðum sem ég var búinn að segja stelpunum að mættu skjóta og settu þar 6 þryggjastæða körfur af 9 tilraunum í fyrsta fjórðung og þar við satt en við unnum annar leikluta, við unnum 3. leikluta, unnum fyrstu 5 mínútur í 4. leikluta og þar vorum við bara sprungnar en við vorum komið leik sem við vorum 22 stigum undir niður í 7 stig á ótrúlegum karakteri á þessu geggjuðu stelpum. Þú talar ungar stelpur meira segja á grunnskólaaldri eða já, það náttúrulega þær eru samt að standa sig. Tökum við svo Evu og Kristrúnu og Anna Karinni, þetta eru stelpur sem þetta ekki eins og þetta sé einhverju grunnskólastelpur, það eru bara orðnar býsna góðir leikmenn. Já, það er satt og ég stundur rek mig svolítið á það að ég ekki alveg stundum að átta mig á aldrinum hjá þeim. Þær eru náttúrulega ekki nema 14 ára, þarna 2 og 15 ára 1 og fyrir mína parta finnst mér að vera svo þroskaðar og fullorðslegar og eru svo tilbúnir í hérna bolta að ég finnst þær ekki vera þetta ungar og það líka að sýna sig vetur, það að sýna ótrúlegan karakter þessari stelpur, það að sýna eins og þessi búin að vera þessari deild í nokkur ár en ekki bara á sínu fyrsta eða öðru ári og það svolítið það sem að við líka verðum kannski rósaðum eldri að þeir eru búin að taka það vel á móti þeim og þeir eru búin að leiða þeir svolítið vel og hjálpa þeim að stíga sín fyrstu spori í þessari deild og í þessum æfingum. Þetta ekkert smá skref fyrir unga iðkendur að byrja en vá hvað að standa sig og sína mikinn karakter og ég segi það þessi laugardagsleikurinn síðast. Við sýndum bara besta karakter sem við sýndi alla vetur á meðan að Fjölnir sýndu gæðin á móti, en karakterinn og hugafærið það unnum við klárlega í þeim slag. Og þetta eitthvað sem verður það klárt upplegg bara í næstu leiki
að halda áfram þessu miklu baráttu anda og vilja og hjá stelpunum til þess að standa sig. Já, ég segi það helgina í þessu komandi leiki sem að verða mjög erfir ef að koma sama hugafar, sama karakter og það sýndu á móti Fjölnir þá hef ég ekki áhyggjur af úrslitaleikinn. Af því að þetta er náttúrulega bara algjört lykilatriði fyrir okkur ef að koma með þessa stemningu og koma með þennan karakter sem að í þeim býra þá erum við á góðu róli í leik og bara skemmtilegur og bara gaman hjá okkur. Við náttúrulega, eins og þú komst inn á það, við þekkjum pínlítið lið þar sem við erum búin að spila til þess að við þar en við þekkjum lítið sem ekki til Grindavíkurliðsins, við höfum ekki spilað við þær en þá ég veit þannig að það verður nýtt verkefni fyrir þér. Og ef maður kíkjar á leiksk eða hjá hópinn á Grindvíkingum þá eru þær með einhverja 21 leikmann á blaði á móti hvað 10-11 okkur þannig að þær hafa gríðarlega breidd. Þær hafa það og hafa svolítið skemmtilega flóra leikmennum. Þær eru með þetta svona bakkara lið, þetta er svona hálfgert ef við setjum þetta í NBA feelingin sko, þá er það svona Golden State lið sko, þetta er svona 3 stiga skíttur, þetta er bara bakvara lið og þær keyra svolítið á því, þær eru bæði vilja fá auðveldar körfur í hraðahlaupum og þær vilja skjóta fyrir utan. Það er svolítið þeirra leikur og svo voru nú að fá sér Kana daginn sem að ég nú ekki séð almennilega mikið til en það sem ég hef séð og heyrt þá er það enn einn skyttan og mér skilst alveg hrikalega góð skytta. Við þurfum bara að kveikja okkar skyttu, við erum með Hrefnu sem er að raða niður 10 þristum í leik og Silvíu Rún sem að fer alltaf á 4. tug í stigum og Rut hún raða niður bara eftir vild þegar hún á heimagengti að vera með þannig að nú er bara að kveikja okkar skyttu. Algjörlega og það er svo gaman við líka að liða okkar að ég er að sjá svo margar blómstrar í þessu lið. Það er svo margar að bæði þessi eldri eins og við vorum hennar Rut, hún er að eiga sér besta tölfræði tímabil frá öllum hennar leikferli sem er nú ansi langur og öflugur. Þá er þetta besta áræðina þar og við erum að sjá Hrefnu gera það sama, hún náttúrulega er svo sem ung en hún er og ætti í rauninni eðlilegt í henni að bæta sér svona en hún er svo svakalega framfara hjá henni þar, hvað það varðar. Og svo náttúrulega Silvíu okkar sem er náttúrulega bara sturlaður leikmaður sem að ég hef oft sagt áður að ég bara myndi aldrei vilja missa og aldrei vilja skipta út fyrir einhvern annan því að hún er opaslegur karakter í vörn sem sókn og er akkurat því ég sama að sína tölfræði alveg upp á 10. Hún er aldrei, já hún er bara blómstrar í vetur og maður sér það á henni, leiklegin út allt og leiklegin bara í öllu stelpunum. Hún er bara okkur lottóvinningur. Já, hún er algjör lottóvinningur, klárlega og ásamt öllum þessu sem að, eins og ég segi, við erum þunnskipar en við erum þéttskipar, maður segja í karakter og barningi og öllu þannig að við gefum ekkert eftir þó að við séum fámennar. Og það er auðvitað þannig að þegar upp er staðið þá verðum við að segja að þau stig sem komin úr, það er liðsheildarinnar, alveg klárlega. Já, ekki spurning, ég meina við erum ekki one-man tími eins og kannski oft vill fylgja einhverjum Kana eða eitthvað slíkt og við erum lið sem að þrífst á því að finna hver aðra og hjálpa hver annari og einmitt lesi að þegar einhver af okkar stelpum eru heitar og þá spottum við þar vel upp og það er náttúrulega gæðamerki, ákveðin gæðamerki hjá leikmönnum að sjá það en við vinnum rosalega vel saman og ég hef sagt það að það er alveg lýgilegt hvernig við erum að vinna á þessu vetri allt og sjaldan með ná ekki í 5-5 spil sko, að hvernig við erum að ná að rauninni samstilla okkur síðan þegar leikina kemur, það er alveg ótrúlegt, við syngum alveg svakalega vel saman og það er bara karakterinn á stelpunum er svo sterkur að það er engin sjálfspilarar eða einhverju svoleiðis, við viljum hjálpa staði í þessu. Eins og segir, það er bara, það endurspeglar bara karakterinn í liðinu, en helgin leikur á laugardag gegn ÍR og Grindavík á sunnudag og allir klárir, allar klárar. Allar klárar og
og við erum bara í flott rólum, einu leikinu sem við tapa á móti Fjölnir. Ef við vinnum rest, þá hljótu við vera garantera öðru sæti og það náttúrulega bara geggjaður sigur fyrir þetta lið og ég segi það, við erum svo stutt frá því að eiga möguleikin að fara upp, sko, að vera upp í efstu deild að við þyrftum bara smá fleiri ferskar fætur og þá værum við bara í góðu róli, en við verðum klárlega að klára helgin og byrjum þar á móti IR, hvetja allir til að koma þanga og svo á sunnudaginn á móti Grindavík sem að verður bara veisla líka. Og sá leikur klukkan 1? Sá klukkan 1, já, þannig að bara brönns og leikur. Eða beint úr messu og hingað. Eða það, ekki verra. Og gekk vel. Takk hérlega.